Góðir áheyrendur, hafið þið tekið eftir því sem að við köllum hættulega tíma eða slæmar fréttir eða eitthvað sem að fólki ferð að kalla tíma endaloka. Ég hef séð fólk sem trúir ekki á Biblíuna fullir það. Þetta getur ekki enda á annan hátt en með einhverjum ósköpum, hörmungum. Og fólk, hvort sem það er trúað fólk eða ekki, er farið að tala tíma endalokana. Í dag ætla ég að deila með ykkur ofurlitla úttekt sem ég hef gert á táknum og ummælu Biblíunar, þar sem Drottinn sjálfur talar og boðar okkur eitt og annað varðandi þennan tíma sem við lifum á. Og ég kýs að kalla þetta niðurtalning endalokana. Hún gæti verið ítalegri, en þetta er svona lítið sýnisón af öllu því sem Drottinn hefur að segja okkur tímana sem við lifum á núna. Svo nú bara spyr ég ykkur, eru þið tilbúin að taka við því sem að Drottinn hefur að segja okkur og taka mark á því og haga lífi okkar í samræmi við það sem hann hefur að segja okkur. Guð skapaði heiminn, fullkominn, engin syndari þar. En fljótlega fór að bera á mannvonsku, ilsku jafnvel, eins og segir bara í 7. kaflanum í 1. Mósebók, að þegar Drottinn sá að ilska mannsins var mikil á jörðinni og að allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ilska alla daga. Sjáu þið, það byrjaði snemma í þessu fullkomna heimi. Þá iðraðist Drottinn þess að hann hafi skapað mennina á jörðinni. Nei, þetta var ekki iðrun eins og okkar þegar við sjáum eftir að hafa gjört eitthvað illt. Heldur sárnaði honum. Og getið ímyndað ykkur hvort hún hafi ekki sárnað að sjá fullkomin heim, syndlausan, fagran og yndislegan verða að ilsku mannana að bráð. Og Drottinn sagði, ég vil afmá af jörðinni mennina sem ég skapaði, því að mig iðrar að ég hafi skapað þau. En Nói fann náð í augum Drottins, og þetta er saga Nóa. Nói var maður réttlátur og vandaður á sinni öld. Jörðin var spillt í augsýn Guðs og fylltist glæpaverkum. Hugsið ykkur, í augum skaparans, þannig var komið snemma í sögu mannkynsins. Svo líður tíminn og hann byrjar upp á nýtt. Það er að segja, gefur mönnunum tækifæri með því að kenna þeim þessa fögru frásögn fórn Drottins okkur til handa. Og Jesús kom með fórnalambið, eða það er að segja skinnin af 2 fórnalömbum sem hann hafði fórnað leið og Adam og Eva synduðu. Og þessi skinn voru notuð til þess að klæða nekt þeirra. Svo byrjaði Drottinn upp á nýtt. Og Drottinn segir þarna í 12. kaflanum í 1. Mósebók, hann segir við Abraham, sem var eins konar Nói þess tíma, far þú burt úr landi þínu og frá ættfólki þínu og úr húsi föður þíns til landsi sem ég mun vísa þér á. Ég mun gera þig að mikilli þjóð og blessa þig og gera nafn þitt mikið og blessun skalt þú vera. Þetta var Ísraels þjóðin sem var þannig að koma til sögunar. Ég mun blessa þá sem þig blessa, segir hann, en bölva þeim sem þér formælir og að þér skulu allar ættkvísli jarðarinnar blessun hljóta. En í dag, þegar við hugsaum þessa þjóð sem kom út af Abraham, er þessi þjóð blessun fyrir alla þjóðir í dag? Við höldum áfram að skoða þessa niðurtalningu. Þegar leið á aldirnar, allmargar aldir síðar, þegar Babylóníuveldið var í veldi sínu, svona cirka 600
árið fyrir Krist og þaðan í frá stund að þá kom her Babyloniumanna til Ísraels og lagði allt í rúst þar og eyðilögðu þetta gullfallega musteri Guðs sem Salomon hafði byggt. Þannig var komið fyrir landinu sem kom út af Abraham. Landinu sem átti að vera blessun fyrir allar aðra þjóðir. Og svo reynir Guð einu sinni enn í gegnum fáeina, voru trúur hér og þar. Og svo kom að því að Rómverjar komist til valda og ég að hlaupa hérna yfir mikinn tíma og mikla þróun mála í þjóðana í milli. Og Rómverjarnir voru nú ekkert mjög góðir, endilega, á sumum sviðum, já. En árið 70 eftir Krist, þá lögðu Rómverjar Jerúsalem í rúst, aftur orðið allt í eyðileggingu í þessari kjörnu þjóð sem átti að vera málpípa Guðs á meðal þjóðana. Og þeir lögðu þetta musteri sem þá var til líka í rúst. Þetta númer 2 musteri. Svo höldum við yfir í 5. Mósebók, 28. kafla. Það segir, og drottinn mun dreifa þér. Hér hann að lýsa örlögum Ísraels þjóðarinnar. Ég mun dreifa þér á meðal þjóðana frá einu heimskauti til annars og meðal þessara þjóða mun þú eigi mega búa í næði og hvergi með hvíldarstaður vera á fæti þínum. Er þetta það sem að Ísraelsmenn gyðingar hafa upplifað í gegnum aldirnar? Já, og hann heldur áfram og segir, þú munt hræddur vera nótt og dag og aldrei vera ugglaus líf þitt. Á morgnana myndu segja, að það væri komið kvöld, eða á kvöldin myndu segja, að það væri komin morgun. Sökum hræðslu þeirrar gagntekið hefur hjarta þitt. Er þetta það sem að Ísraelsmenn upplifa í dag? En svo kom að því að Jesús, hann gekk hér á jörðu fyrir svona undanbil 2000 árum. Og hann hafði þetta að segja við hina trúuðu, þess að fáu sem fylgdu honum að málum. Hann sagði við þá, hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þér, ég færi burt að búa eða stað. Og þegar ég farið burt og hefur búið eða stað, kem ég aftur og tekur þið til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég er. Dásamlegt fyrir heiti í allri þessari ólgu og hörmungar þróun mála á meðal hinna trúuðu. En svo var það eitt sinn að þeir sátu á Olíufjallinu, lærisveinarnir með Jesú og þeir töluðu þessar stóru steina sem voru undirstaðan af musterinu, hvílík bygging og listaverk. Og í 24. kafla Mattheusar þá sjáum við viðbrögð Jesú við þessum athugasemdum lærisveinanna. Þá var hann sat á Olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einstlega, segðu oss, hvenær verður þetta? Og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar? Jesús svaraði þeim, varist að láta nokkurn leiða í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég er Kristur, og margar munu þau leiða í villu. Þér munu spyrja hernað og ófriðartíðindi, gæti þess að skelfast ekki, þetta á að verða, en endurinn er ekki þar með komin. Svo það sem við sjáum gerast í dag, það er ekki endurinn, en hann er á næsta leiti. Við höldum áfram að skoða þetta. Í þessum 24. kafla Mattheusar, þá segir hann, en þegar eftir þrenging þessara daga, mun sólin sortna og tunglið hætta að skína, stjörnurnar mun hrapa af himni og kraftar himnanna befast. Eitthvað slíkt hefur gerst einu sinni í
sögu mannkynnsins þegar mikið stjörnur varð á norðurhveli jarðar og fleiri náttúru undur það leit og menn héldu að þá væri Kristur að koma. En hann segir, þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvísli jarðarinnar hefja kveinstafi og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum heimis með mætti og mikilli dýrð. Og hann mun senda út engla sína með hvellum, lúðri og þeir munu safna saman hans útvöldu úr 804 heimisskautan á milli. Þarna hann að tala við sjálfan endinn þegar Kristur birtist, en við skoðum meira áður en það gerist. Það segir í Åpenbarabókinni í 1. kafla, sjá hann, það Kristur, kemur í skýjunum og hvert auga, þetta þýðir hvert einasta manns auga á jörðinni, munu sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann. Þeir eru löngu dánir. Þetta virðist þýða það að bara þeir sem krossfestu Krist og dæmdu dauða og svo framvegis, þeir munu rísa upp frá dauðum bara til þess að sjá Krist koma, svo deyja þeir aftur. Því þeirra endalegu örlög bíða annars sem gerist við komum að því á eftir. Og þessar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina yfir honum, vissulega, amen. Það að segja þeir kynkvíslirnar sem eru lifandi þegar Kristi kemur. Og við lesum í 1. Pétursbréfi 4. kafla því að nú tíminn kominn að dómurinn byrji á húsi Guðs. En ef það byrjar á oss, hver munu þá verða afurðir þeirra sem ekki hlýðnast fagnar erindi Guðs? Boðskapur til allra jarðarbúa. Dómurinn hafinn, hann stendur yfir núna. Því þegar Kristi kemur búið að dæma alla, bæði góða og vonda. Það segir í Amos, þessari litlu bók þarna, kennd við Amos Báman í Gamla testamentinu, í 8. kafla segir, sjá þeir dagar munu koma, segir drottni Guð, að ég mun senda hungur inn í landið, ekki hungur eftir brauðin í að þorsta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins, svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins. En þeir munu ekki finna það. Þannig atriði þessa getið eftir að náðatíminn runnin á enda. Og Kristur á leiðinni að koma til jarðar. Þá ætla sumir að leggja stað og leita en ekki finna. Og mun aldrei finna það. Vegna þess að náðatíminn á enda. Þegar dómurinn sem núna stendur yfir á himni, þegar honum lokið, þá býr Kristus sig undir að koma til jarðar og sækja fólki sitt, þá sem trúðu á hann og lifðu í samræmi við vilja hans. Í öðru Tímóteusarbréfi, í 3. kafla, að finna lýsingu á dögunum sem við núna lifum á. Vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðugatíðir. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur. Þetta ekki góð lýsing af því sem gerist í dag? Svo segir, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleifslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleypnir. Þeir hafa á sér yfirskyn guðshræðslunnar. Þetta trúafólk, margt af þessu. En afneita krafti hennar, snúð þér burt frá slíkum. Hugsið ykkur, trúafólk, fólk sem kennir sig við Jesú Krist, margir hverjir, ekki allir, en margir, einkennast af þessum ófóra lýsingum sem ég var að lesa, beint af blöðum reikningarinnar. Og takið eftir því að það sem einkennir trúalíf þessara manna, þeir afneita krafti Guðs almáttugs. Það þess vegna sem menn afskrifa sköpunarsöguna og hafa tekið upp þróunarsöguna? Með öðrum orðum, þau gera byrjunarkafla Biblíunnar að legasögu.
og tileinka sér eitthvað sem að vantrúaðum menn kenna og kalla þróunarsögu. En þetta eru einkenni á okkar tíma. Og svo segir einnig, og það í Mattheusar Guðspjalli númer 21, og Jesus segir við þá, hafið þér aldrei lesið í ritningunum, sá steinn sem smiðirnir höfnuðu orðin hyrningasteinn. Þetta verk Drottins og undursamlegt það í augum vorum. Þess vegna segja yður, hann að tala við gyðingana, leiðtogana, þessa trúuðu, þessa best menntuðu í Guðfræði, Guðs ríki verður frá yður tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Þegar æðstu prestarnir, við sjáum hverju þetta eru sem hann ávarpa á þennan hátt, þegar æðstu prestarnir og farisæarnir heyrðu dæmisögur hans, skildu þeir að hann átti við þá. Að þessi þjóð, þetta ríki sem að Guð hafði kent Ísraelsmönnum að tileinka sér, gott ríki, gott vald, öllu til góðs, að það yrði tekið frá þeim. Þeir yrði ekki lengur talsmenn Guðs á meðal manna. Og það yrði gefið annarri þjóð í hendur. Og hvaða þjóð skildi það nú vera? Nei, það hvorki Íslendingar, Amerikanar, Rússar, Kínverjar eða hvaða önnur þjóð sem kunnum að nefna á meðal þjóðana. Nema þeir sem hafa tileinkað sér orð Guðs og eru hið andlega Ísrael í dag. Það þessi hinn þjóð í staði fyrir hinna raunverulegu, bókstaflegu þjóð sem kom út af Abraham. Svo förum við yfir í 21. kaplan hjá Lúkasi. Þar segir Kristur, himin og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Hafi gát á sjálfum yður, að hjörtu yða þyngist ekki við svall og drykju, né áhyggjur þessa lífs, og komið svo sá dagur skyndilega yfir yður. Eins og snara koma mun yfir alla menn sem byggja gjörvalla jörð. Vakið því alla stundir og biðjið, svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannsinninum. Hugsið ykkur þessi loka orð, að standast frammi fyrir mannsinninum sem birtist inn að skams í skýjum himinsins. Ætlum við þá að iðrast? Ætlum við þá að gera bragabót á líferni okkar eða trúalífi? Og það gerir skyndilega. Og það lögð áhersla á skyndileg þess sem mun gerast í lokin í öðrum textum sem við förum að skoða núna. En í Daniel í 12. kapla þá segir að á þeim tíma mun Mikael, sem annað nafn á Jesú Kristi, hinn mikli verndarengil sáu vernda landa þína fram ganga, og það skal verða svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa frá því menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsi verða. Hver þessi þjóð? Hinni trúuðu sem hafa meðtekið boðskap Guðs, allt frá byrjun Gamla testamentisins til loka Nýja testamentisins. Það þjóðin sem í dag hinn sanna Ísrael. Og svo segir að þjóð þín mun frelsi verða allir þeim sem skráðir finnast í bókinni. Það lífsins bók á himni. Og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna, sumir til eilífs lífs. Það það sem gerist í byrjun 1000 áranna. Sumir til smánar, til eilífra anstíðar. Það gerist, þessi seinni upprisa, í lok 1000 áranna. Það sagt frá þessi í 20. kapla í Åpenbarunarbókinni. Og við förum aðeins inn í það líka. En loka orðin í Daniels bók eru þessi: hinni vitru munu skína eins og ljómi himin hvelfingarinnar, og þeir sem leitt hafa marga til réttlætis, þeir sem boða, prédika og kenna orðið eins og það ómengað, beint af blöðum ritningarinnar, undanbragðalaust.
Þeir munu skína eins og ljómi himinhvelfingarinnar og þeir sem hafa leitt marga til réttlætis, eins og stjörnurnar aldur og ævi. En þú, Daniel, halt þú þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokun líður. Margir munu rannsaka hana og þekkingin mun vaksa. Það ekki fyrir nokkrum áratugum síðan, frá byrjun 19. aldar, 1850 og þar áfram, þá fóru menn að skilja Danielsbókina og spádóminn endalokin. Og Daniel, í síðustu orðum bókar hans, talar endalokin. Og þetta er lítil samantekt sem ég er með hérna í dag á aðdraganda endalokana. Hún gæti verið mikið ítalegri, en þið þurfum bara að lesa orðið til að komast að raun það allt. En eitt atriði undursamlegt á enn eftir að gerast. Það lesum við í Jóel í 3. kafla, að síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Synir yðar og dætur yðar munu spá. Gamalmenni yðar mun dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum. Og ég mun láta tákn verða á himni og á jörðu, blóð, eld og reykjastróka, sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður en hinn mikli og ógulegi dagur Drottins kemur. Og hver sem ákalla nafn Drottins mun frelsast. Hörstu ykkur? Er það ekki stórkostlegt? Það mun koma atburður eða verða atburður á meðal okkar alla jörð, að anda Guðs verður úthellt á stuttum tíma, eins konar loka náðartími. Og þegar honum lýkur, þá er engin náð lengur í boði. Því þá er búið að ljúka dóminum hið efra á himnum. Og svo lesum við í 4. Þessalóníkubréfi 5. kafla: þér vitið það sjálfu gjörla að dagur Drottins kemur sem þjófur á nóttu, þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglu tortíming yfir þá, eins og jóðsótt yfir þungaða konu, og þeir munu alls ekki undan komast. Takið þið eftir, það kemur snögglu tortíming. Fyrst er þessi náðartími, anda Guðs úthelt, og það ljómar all jörðin af boðskap Guðs. Þegar það gerist, svo er endir bundin á þennan örstutta náðartíma, og þá kemur snögglu tortíming yfir þá, eins og jóðsótt yfir þungaða konu. Og það er ekki fyrir en tiltölulega nýlega að ég tók eftir mjög merkilega atriði þarna, einmitt í þessum texta með þessa snögglu tortímingu strax eftir náðartíman. Það segir mér að líklega er tortímingin í lok 1000 áranna að völdum annars konar eða kannski samskonar tortímingar en þessi hérna. Þessi gerir strax eftir þennan náðartíma, kemur mjög skyndilega. Við skulum skoða þetta betur. Menn, vísindamenn, hafa gert sér í hugalönd að atburðir þessir geti átt sér stað mjög snögglega hér á jörðu. Það er að segja endalokin. Og þess vegna tala þeir klukku sín á milli. Það þarf ekki að vera raunveruleg klukka, en myndin er samt sem áður sem væri klukku að ræða, til að lýsa hversu nálægt það er að tortíming eigi sér stað hér á jörðinni. Á undan 1000 árunum, á undan 1000 ára tortímingunni. Og við skulum skoða þetta nánar. Í 2. Pétursbréfi 3. kafla segir: ekki er Drottinn seinn á sér með fyrir heitið, þótt sumir álíti það seinlæti. Heldur er hann langlyndur við yður, þar að það vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til yðrunar. En dagur Drottins mun koma sem þjófur, og þá muni himnarnir með miklu gnýlíðundi lok, frumefnin sundurleysast í brennandi hita, og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þetta er í byrjun 1000 áranna.
þá gerist eitthvað að frumefnin sundur leysast. Vitið þið hvaða krafta þarf til þess? Kjarnorkusprengju. Það er það sem að gerist í kjarnorkusprengju eða atómsprengju, að frumefnin sjálf leysast upp með slíkum ofurafli og eyðileggingu og tortímingu, að það væri hægt með fáunum slíkum sprengjum sem menn búa yfir í dag að útrýma öllu líf á jörðinni. En ekki munu allir farast, en það er sagt hérna að þegar að Kristi kemur, þá muni jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Við skoðum þetta nánar. Í 2. Pétursbréfi 3. kafla aðeins aftar, þar segir, þar er allt þetta fest þannig. Hversu berðu þá gegn ganga fram í heiðlegri breytni og guðrætni? Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðsdags, en vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi, og hér kemur það aftur, og frumefnin bráðna að brennandi hita. Það er þarna sem gerist þessi tortíming, sem gerist skyndilega. Svo gerist önnur tortíming seinna. Við erum að koma því. Ég hef sett hérna upp nokkrar kjarnorkuþjóðir sem að búa yfir kjarnorkusprengjum. Það eru Bandaríkin og Rússland. Ég hef átt að setja Kína sem líklegt land. Indverjar, þeir búa yfir atómsprengju, Pakistana, Norður-Kórea og sennilega Ísrael. Svo það er nóg af kjarnorkusprengjum. Og Rússar eru með þar í eitthvað 2600 sprengjur af því tagi. Bandaríkjamenn eiga aðeins yfir 2000 sprengjur, aðeins. Hugsið ykkur. Og hver og einn þessar sprengja getur eyðilagt margfalt það sem var eyðilagt í einni sprengju eða tveimur í Japan forðum í lok styrjaldar, síðari heimsstyrjaldar. En vísindamenn sem trúa því, hvort sem þeir trúa Biblíunni ekki, þeir sjá fram á einhvers konar eyðileggingu og þeir hafa hugsað sér klukku sem að þeir stilla reglulega eftir hvernig ástand heimsins er á hverju sinni. Til dæmis að þá er það að árið 1991, ég þarf að koma þessu áfram hérna, þannig var teikning af svokallari atómklukku með mismunandi dagsetningum, þegar vísindamenn hafa tiltekið ákveðið ástand á hverju sinni, hverju tíma, svo ógnandi og eyðileggjandi að það er yfirvofandi kjarnorkustyrjöld. Og það fyrsta sem er þarna neðsta strikið, það var árið 1991, þá vantaði klukkunni sem þeir stilt hana með þá ógnun sem var aðstæðjandi fyrir mannkynið, þá vantaði klukkuna 17 mínútur í miðnætti. Og þeir töldu það næstu því komið að því. Ég man eftir þessum tíma og ég man eftir því alveg sérstaklega árið 1963. Ég var staddur í Bandaríkjunum þegar að Rússar sendu herskip með eldflaugar borð til Kúbu og það voru kjarnorkusprengjur eða talið var borð þar líka. Og Kennedy forseti hótaði ef að þið haldið áfram með þessi skip þá munum við leggja allt í rúst með samskonar vopnum. Rússarnir höfðu vitið fyrir þeim báðum í það sinnið og sneru skipunum heim aftur. En þá var sem sagt mjög naumt eða stutt eftir á klukkunni. En ég er hérna með ártal árið hérna 2019 sem er nokkuð nálægt okkur. Þá var búið að stilla klukkuna á bara 2 mínútur í 12 á miðnætti. Það munaði svo litlu þegar menn eru að hóta og hafið þeir tekið eftir því nýlega í deilum vestrænna þjóða, þjóðhöfðingja við Putin, Rússaforseta. Hann hefur bara hótað
að senda sprengjur. Hann hefur gert þetta ítrekkað nokkru sinnum á undanförnum vikum og mánuðum. Og þá það að menn stilla klukkuna nær og nær miðnætti. Í dag efsta strikið, þið sjáu það alla, það alveg hérna efst uppi, það stillt á 89 sekundur fyrir miðnætti. Nú það talið í sekundum. Svo það bara 1 mínúta og 29 sekundur til miðnættis að þeirra mati á ástandi heimsins og ógnvænlegum atburðum, kjarnorku sprengjum sem hótað að senda frá einu stað til annars. En svona ástandið og svona Biblían að lýsa þessu fyrir okkur í dag. Og svo að hvað dómsdagsklukka? Það bara stilling á klukku sem vísindamenn sem telja að það bara alveg að koma að þessu. Það verði kjarnorkustríð, þá stilla ég klukkuna. En þeir hafa stundum fært hana tilbaka þegar að friðvænlegra verður. En það alltaf að versna núna eins og sjáum að það bara nokkra sekundur þarna enn til miðnættis. Í Opinberunarbókinni í 20. kafla þá sjáum við að sagt á þessa hátt. Nú sá ég, þetta Jóhannes skýrari að lýsa því sem að sá, að engil steig niður af himni. Hann hélt á lykli undirdjúpsins, það jörðin, og stóru fjötri í hendi sér, eitthvað tákgrænt. Og hann tók drekann sem að táknar Satan, en það segir það þarna, þann gamla höggorm sem djöfull og Satan, og batt hann 1000 ár. Bindur hann á kringumstæðum. Hann kastaði honum í undirdjúpið. Það annað orð Biblíunnar yfir þennan heim sem syndin ræður ríkjum. Og setti innsigli yfir. Svo að hann leitt ekki fram að þjóðirnar afvega. Hvernig getur hann leitt þar afvega ef allir eru dánir í byrjun 1000 áranna? Það að segja ranglátir dánir. Réttlátir í byrjun 1000 áranna fara með Kristi upp til himins. Og það undursamlegt rannsóknarefni í Biblíunni að skoða það allt saman og dýrðina hið efra. En þarna þetta 1000 ára tímabil sýnir að Guð ekki að flýta sér. Hann gefur þennum hólpnu tækifæri á að skoða bækur himinsins í 1000 ár áður en hann kemur aftur með fólki sitt frá himnum í borginni helgu, og við ætlum að lesa það hérna rétt í þessu. Og það þá sem að ranglátum verður kynnt hver dómurinn yfir þeim og yfir öllum. Og þá ætla þeir að gera eitthvað sérstakt sjálfu sér til bjarga. Við skulum skoða það. Svo segir þarna frá 8. versi í 20. kafla Opinberunarbókar að Satan mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Nú hann aftur færum að leiða þær afvega. Af því að ranglátir hafa risið upp. Allir ranglátir frá upphafi vega sem ekki þáðu náð Guðs. Og þá getur Satan skipað þeim í fylkingar að taka borgina helgu. Við lesum þetta. Og hann safnar þeim saman til stríðs og tala þeirra sem sandur sjávarins. Og þeir stegu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúður heilagra. Það borgin. Borgina elskuðu, en eldur féll af himni ofan og eyddi þeim. Þarna kemur aftur eyðing. þar sem frumefni sundur leysast í brennandi hita. Þetta 1000 árum meistarkosti eftir fyrri eyðinguna af völdum afla sem að leysir upp frumefnin. Og eldur fjall af himni ofan og eyddi þeim. Og þessi eldur eyðir Satan og illum árum hans. Og upp úr því mun Guð endurskapa jörðina. Og það segir þarna í 20. kaflanum, árétting á því sem ég var að segja, að aðrir dauði, það hinir ranglátu,
Þeir lifnuðu ekki fyrir 1000 árnir er liðin. Og þeir dóu. Þess vegna eru þeir að lifna þannig í seinni upprisunni. En þetta fyrri upprisan á við, þessi orð, fyrri upprisan, við það þegar Kristur kemur og tekur sína upp í himinin í byrjun 1000 áranna. Sæll og heilagur er sá sem á hlut í fyrri upprisunni. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Heldur munu þeir vera prestar Guðs og Krists og þeir munu ríkja með honum 1000 ár á himnum sem sagt. Þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Til hvers? Við vorum að lesa það áðan til að afvega leiða þjóðirna sem þá hafa risið upp frá dauðum. Og svo segir þarna, ef við lesum þetta bara aftur, að í 8. og 9. versinum í 20. kafla, að þá mun eldur falla af himni ofan og eyða þeim. Sko, þetta er endurtekning hérna hjá mig, bara árétta þetta að 1000 árin eru liðin, þá mun Satan vera leystur úr fangelsi sínu til að hertaka borgina ef hægt er. Sjáu þið bara hér. Og ég sá nýjan himin og nýja jörð, því að hinn fyrri himin og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stiga niður af himni frá Guði búna sem brúði skarta fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu og sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeim munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. En þetta ekki dásamlegt að eiga búa yfir þeirri fullvissu. Þetta muni gerast og við erum boðið velkomin að þykja að vera með Jesú, með frelsara okkar og skapara okkar og Guð almáttugum alla eilífð. En það er hérna, það segir hérna að lokum í 21. kaflanum að hann muni þerra hvert tár af augum okkar og dauðinn muni ekki fram að til vera og hvorki harmuni veili fram að til. Og hverjir eru þeir sem boða kvalir og kvalastað og svo framvegis. Og sjá, ég gjöri alla hluti nýja, rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og svo loka hérna eitt lítið atriði sem er mjög athyglisvert. Í 11. kaflanum í Upprunabókinni segir frá 18. versi að heiðingarnir reddust. Þetta er styrjaldir og ógn sem að þeir valda hver öðrum á síðustu dögum. En reiði þín kom, sá tími er dauður skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámennunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða, takk ég nú eftir. Og musteri Guðs opnaðist, það sem á himni er, og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans. Hvernig stendur á þessu? Og það segir þarna að þetta sést á himninum. Og takk ég nú eftir að í Markúsi 7. kafla, já, ég ætla að koma með hennar texta svona rétt. Það segir að menn til einskis dyrka þeir með, þetta er 7. kafla Markúsar, þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þér hafi hafnað boðum Guðs en haldið erfikenning manna. Hafnað boðum Guðs, boðorðinu 10, ruglað þeim, numið sumt og gildi og afbakað öðrum af boðorðinu 10. En það eru 2 textar hérna í Mósebókum sem á til með að deila með ykkur í sambandi við þetta. Það segir þarna að drottni talaði við Móse og sagði, talað þú til Ísraelsmanna og seg, sannlega skul þér halda mína hvíldadaga, því að það eru teikn milli mín og yðar. Sjáu hvað er tákn? Tákn Guðs, hvíldadagurinn. Svo að þér vitið að ég er drottin. Og svo förum við aðeins aftar.
Fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldadagsins, svo að þeir haldi hvíldadaginn heilaga frá kyni til kyns, sem ævinlegan sáttmála. Og takið nú eftir, ævinlega skal hann vera tákn, eins konar skjaldamerki, eins konar þjóðfáni, tákn Guðs milli mín og Ísraelsmanna, segir hann, því að á 6 dögum gjörði Guð drottin himinn og jörð, en 7. dagi hvíldist hann og endurnærðist, og svo framvegis. Svo hann ætlar að sýna okkur þetta. Allur heimurinn, áður en Kristur kemur til jarðar, það segir þannig í 11. kaflanum í Opinberunarbókinni, og vorum að lesa það, að þá birtist sáttmálsörkin á himni og musterið, hið efra. Og okkur er sagt þarna strax í Mósebókunum að hvíldadagurinn er þetta tákn drottins. Svo að mætti Guð hjálpa okkur til þess að taka mark á orði Guðs og fara eftir því. Þetta er bara smávegis svona samantekt í því sem ég kýs að kalla niðurtalning, þar til drottin kemur, eða tími endalokana rennur upp. Svo að samkvæmt fulleringu drottins virðist sem tími endalokana sé það bil að renna upp. Nú er bara spurningin eftir fyrir okkur öll að hugleiða. Tekur þú ekki mark á frelsara þínum?